Komið sæl, kæri hlustundur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myntkaupa. Í dag föstudagurinn 10. apríl 2026 og Bitcoin í $72.509 og hjá mér sestur Björn Harðarson. Vertu blessaður, Björn. Blessaður sæl. Hvað segir þú? Heyrðu, ég bara segi fínt. Já, Þú? ég bara brattur. Það var gott páskana. Ég hafði það bara nokkuð gott, já, og nýjasti fjölskyldu meðlumurinn mættur. Til hamingju með það. Takk fyrir það. Á öllum okkur hérna í hlaðvarpinu og Heldur vinnur til hamingju. Og allir bara þjóðin eins og leggur sig. var á leiðinni þangað. Hann fæddist mér á páskadag. Aldrei magnað. Já, það er Þannig að já, það er bara... Ég er bara þakklátur drengnum að trufla ekki hlaðvarpinu. Trufla ekki hlaðvarpinu, einmitt. Ég held ég ekki sagt þér frá því, sko, en ég hlóð upp síðasta þætti frá fæðingadildinni. Þannig að þú var ekki byrjuð í fæðingu, sko, en við vorum mættum eitthvað morguninn á laugardaginn og ég hugsaði ég var að taka tölvuna með. Þannig að já, það mátti ekki... Hlaðvarp fyrir víða. Já, það gerir það. Bitcoin búið að vera að standa sig betur núna heldur en aðra myndir. Og En á sama tíma þá þetta orðið hvað? 2,5-3 mánuðir sem þetta rauninni bara flatt, sko. já, Þetta svona upp að einhverju marki. algjörlega. En ég ætla að segja að smá munur á 72,5 heldur en 66 og 65 sem við erum búin að vera með, sko, þó að sé svona nokkuð svipað en það hefur ekki verið kannski mjög auðan garða gresja hvað fréttir snertir, sko, rafmyntir sérstaklega. Það heldur áfram að vera náttúrulega Írans stríðið sem að svona velta öllu. Þú sagði mér að þú væri hins vegar búin að Já, bara, þú veist, lítið fréttir, ég er sammála því og ég var með eitthvað sem ekki beint svona nýjar fréttir en eitthvað svona sem ég var í gaman að spjallum en svona að þið varst að tala þetta já, að, þú veist, þá var það bara svona svo við höfum svolítið svona eftirfylgni og þá var það, hvað var það, í fyrradag þá fór í loftið Morgan Stanley sjóðurinn og hann byrjaði svo smágillega en það var svona áhugavert, sko, ég man ekki hvað hann tók inn, sko, hvort hann tók inn einhverjar það ég var með punktaði eitthvað hjá mér, hvort það var eitthvað 90 milljónir eða 190 milljónir eða eitthvað fyrsta daginn, en sko það var samt þannig, sko, að þú veist það var alveg nánast með dagur í nokkra vikur í Kauphallarsjóðum 7. En svo einhvern veginn var mikið útflæði 9. Þetta svolítið einhvern veginn svona og það rauninni eftir að þessi sjóður samt komin inn, sko. Svo var þú veist, að því við erum að vera að telja þetta upp og ég orðin svo ruglaður í þessu að því það orðin svo mikið af fjárfestingabönkum og bönkum og eitthvað svona sem að koma inn í Bitcoin og krypto að ég bara hættur að halda utan hvað nýjar fréttir. Því þú veist, ég sá til dæmis að Charles Schwab var að gefa það út að þeir væru að fara að bjóða upp á eitthvað svona Bitcoin og Ethereum allavega þjónustur. Ég hugsaði bara, var þetta ekki komið? Einmitt. Svona, þú veist, og ég held að sé hluta til að því að þú veist, það svo stóra fréttir en maður var klárlega búin að heyra Charles Schwab tengstu við krypto. Svo væru að plana, en þeir held ég að sé að fara í lofti með að bjóða upp á þessu fyrir sína viðskiptavinni núna í öðrum ársfjórðingi, sko. Og þú veist, það eitt af það sem ég hugsaði, bara svona áhugavert, það svona, ég veit ekki, svona stemmingin meðal krypto, svona, bara mjög beris, bara með krypto svona... Já, finnst þér að eitthvað hafa skánað aðeins yfir páskana? Já, þú veist... Og þegar maður skoðar Fear and Greed indikatorinn, þá hann í 42. Já, ég meina það hefur eitthvað skánað. Sem allt annað heldur en, þú veist, 20 og eitthvað og undir 20 og þetta. Já, hann hefur alveg skánað, en mér finnst það svona áhugavert að, sko, þú veist, ég heyrði eitthvað vera að tala sem hafi farið á okkur svona ráðstöfnu, þar sem var rauninni bara þessi svona fjárfestingarsjóðir og starfsmenn þeirra. Og sagði bara, meina, það bara mjög bullis einhvern veginn svona
svona stemmingin meðar þessar aðla. Það bullis einhvern veginn kryptó í svona fjárfestinga sjóða heiminum þó að sé ekki í þessu svona kryptó svona einstaklinga heiminum getum við sagt. Þú varst að hugsa retail. Já, ég var að hugsa að þeir voru í Spanaðan, hvernig allir sé best að þýða retail? Það sem maður á viðurvegulega þegar maður að tala retail í þessu samhengi að tala almenning. Já. En það samt aldrei asnaleg þýðing á retail. En jú, fyrir einstaklinga og hérna svona, já, almenning. Svo heyrði ég aðra svona fullyrðingu. Það meiri stemming fyrir kryptó meðal gervigreindar einstaklinga heldur en hjá kryptófólkinu sjálfu sem var þarna fyrir. Af því að þú veist, gervigreindar einstaklingar sem eru svona djúpt inni í gervigreindinni, þeir eru rosa spenntir fyrir þessu svona agentar séu að fara og það sýnir líka hvað svona, svo ég haldi bara áfram að skjóta ykkur inn í, svona sýnir hvað svona umræðan getur breyst. Sko, ég sá okkur að tölur núna sem að sögðu eitthvað, ég man ekki hvort það var 70% eða þessna að vera 80, svona eitthvað þar á bilinu, af öllu trading á Solana eru einhvers konar bottar, agentar, eitthvað sjálfkrafa eitthvað. Hefðu við verið að tala það fyrir 2-3 árum síðan, þá var sagt að það ekki notendur sem eru að nota þetta. Það hefur verið neikvætt þá, en nú það árið jákvætt. Já, nú það árið bara, og það bendir til þess að gervigreindin og allt sem eru að búa til í kringu það mun nota Solana. Þannig að algjörlega snúist við. Þannig að þetta einmitt mjög góð punktur. Þetta var notað sem gagnrýni, en nú verið að nota það sem hrós og rök fyrir velgengni Solana. En svona þetta það svona helstu svona jú, heyrðu, svo var annað, svo ég bara haldi áfram. Manstu vorum að tala, ég myndist á það hérna, ég held að örugglega verið síðasta þætti fyrir þessi talsíðasta frætti, þess að var að tala að Íran, að þið varst að tala Íranstríðið, ætlaði að fara að rukka í kínversku júan. Og bæta svo við kryptó líka. Já, núna kom það, þeir ætlaði að rukka $1 per tunnu á öllum skipum sem koma í Bitcoini. Já, eða Tether eða einhver álíka. Já, einmitt. Hvort það sé endilega jákvætt fyrir kryptó, það svona það er að fara rök með og móti, sko. Það er Já, ég meina, það er bara saman bara með þegar Rússland var lenti í vandræðum með milliríkja viðskipti, þú veist, það jákvætt eða neikvætt þegar fóru að nota stöðuleika myntir eða eitthvað, eða Bitcoin eða eitthvað? Þetta við getum orðað þannig að ég held að flestir séu þeirra skoðanar að þetta sé dæmi neikvætt notagildi rafmynta, en enga síður þarf maður að skilja tilfinningar sínar frá og átt að sjá að ástæðan fyrir notagildinu samt sem áður að tæknin yfirburðar. Já, og undan farin, já. Þú veist, þetta er vissulega eins og oft gert með nýja tækni að það vera að nota hana í einhverja neikvæða hluti og þá getur verið mjög eðlilegt og rökrétt að eitthvað dæma tæknina, en maður har svolítið að skilja tilfinningarna frá og átt að sjá að ástæðan fyrir þetta notagildi sé yfir höfuð standandi boða vegna yfirbúra tæknarinnar. Já, eða bara að það verður svona að breiðist hraðar út fyrir eitthvað svona. Ég meina, það alveg ágætist dæmi það sem ekki einu sinni vegna tækninar. Þegar vídeótækin komu á sínum tíma, þá vorum við Waffhaus og Beta og það voru oft sagt að Beta væri miklu betra en Waffhaus hafði vinningin og aðal ástæðan var að því að klámiðnaðurinn ákvað að nota Waffhaus og það var útbreiðsla. Og við getum sagt það sama með Bitcoin. Það var líka ekki NFL leikinir. Var það ekki líka með Waffhaus að lengdin á Waffhaus, maður hefur alltaf þetta það var klámiðnaðurinn en það var líka að lengdin, þeir voru eitthvað aðeins lengri þannig að þeir náðu að heilum NFL-leikum. Já, en ekki Beta. Nei. Og það er svo ótrúlega algengt var á þessum tíma að Bandaríkjamenn voru að taka upp
Þannig að þú hefði getað komið með NFL-dæmið en þú ákast að koma glæðið og en já. Það er bara eitthvað skemmtarnagildi í þessu líka, sko. Þá vitum við hvað áhuga sem við líka. Já. En hérna, já, þá þú ég var að fara í næsta dæmi, en þú veist, hérna, ég meina, Bitcoin náði útbreiðslu á svipaðan hátt. Hérna... Þú talar með Silk Road og Rosálbrukt, það var uppalega fyrsta skipti sem að Bitcoin var virkilega notað í viðskiptum og kannski var það, þú veist, var það þekktara fyrir vikið þó að síðan sko hefur heimurinn breyst einhvern veginn sko, þetta síður að ég þá áhuga á eiturlögum og byssukaupum og panta. Já, þetta var sko, þetta var einmitt, þú veist, notagildið uppálega var rosalega mikið ólöglega viðskipti og því að tala alveg í árdaga Bitcoin. Já, við erum að tala bara fyrsta árið, 2 árin kannski og svo sína gögn alveg ítrekað með afgerandi hætti fram á að þetta notagildi er orðið mjög lítið núna Chainalysis birtir ég lesi nokkra skýrslu frá þeim skýrslu árlega Chainalysis Crypto Crime Report og ég held ég sé að fara rétt með að síðustu tölur voru að 0,34% hlutfall af ólögmætum viðskiptum var 0,34% af öllum færslum. Sem að má alveg örugglega fara rauk fyrir að sé mun hærra í... Það er náttúrulega miklu hærra, sko, augljóslega er náttúrulega dollaratalan alveg bara... Miklu hærri. Þú veist, skilur, það segir sjálf, en hlutfallslega er talan líka miklu hærri. Já. Þannig að hérna, og það hefur verið mjög þreytandi, það hefur rosalega lýjandi til lengdar að vera að eitthvað veginn, þú veist, þegar maður að tala við andstæðinga rafmynda og bara gott og vel, vertu andstæðingur rafmynda, sko, en vindu heimauna þína og þegar maður er enn að heyra þetta, sko, sem er, þú veist, að sjálfsög er ennþá verið að nota rafmyndir í ólulegu viðskipti, alveg svo þú notar öll verðmæti í ólulegu viðskipti, En svipað sem við höfum talað að Bitcoin af hvað ástæðan sem það svo sem það lendir miklu verri í, bara eins og þegar hún tala öryggi gangvar skammtatölvum, sko. Þú veist, þá eitthvað er hérna, þú veist, lendir hérna Bitcoin sérstaklega illa í því, sko. En hérna, þetta er svona, ég trú nú því að þetta fara að breytast, en þetta er svolítið, þú veist, þegar þú ert nýr á okkur sviði, nýr á okkur marka, ert að sanna þig. Þá er bara raunveruleiki sá og maður bara settir það eru gerðar ekstra miklar kröfur til þig. Skilur, þú hefur minna svigrúm af því að allt sem hérna, þú veist, að það kemur upp eitthvað núna mál hérna, bara eins og gerist með Binance hérna fyrir þetta voru 2-3 ár síðan þú veist, þá fær það svo miklu meira athygli heldur en að enn eitt peningaþvættismálið hjá okkur stóru bönkunum. Já, og sennilega þetta er svo sem þetta allt, það er alveg svo við getum sagt þess að sem er orðið miklu minna fæst kannski aðeins ef við gerum greindana að vera að tala að Bitcoin mining sé að taka á mikið rafmagn sem og þú heyri bara Bitcoin fólki segja já en veistu hvað þurrkarinn á heimilinu tekur mikið í samanburði eða þú veist nú hefur verið að tala það svolítið gerðgrindina sko þannig að auðvitað er alltaf eitthvað svona gagnrýni þegar eitthvað er nýtt það er bara þannig það sem bara gerðgrindin hefur umfram Bitcoin og rafmyndir er að þú þarft ekki að leggjast í mikla heimavinnu til að átta þig á sko afrakstrinum og hérna framförunum sem gerðugreindin kemur til með að hérna íta undir. Þú þarft hins vegar að gefa þú veist, eitthvað segja 200 klukkutíma eins og Sailor en ég ætla að segja, þú er alltaf að gefa svona 5 klukkutíma, myndi ég segja, til að virkilega skilja af hverju Bitcoin hefur eitthvað þýðingu, hefur eitthvað tilgang, sko. Og 5 klukkutíma af góðu efni með góða einbeitingu. Það myndi segja að þá ertu orðin gjaldgengur og ef fólk nenni því ekki, ef fólk er ekki til að taka 1 dag til að kynna sér málin, sko, þú veist, þá segir bara gott og vel, þá bara hefur þú ekki tilkall til þess að vera tekin alvarlega. Þetta er bara alveg eins og að það kemur ykkur umræða. Það er oft eitthvað sem ég sé í fréttum sem ég fuss og svei yfir og hristi hausinn og finnst vera eitthvað vitleysa.
En ég myndi aldrei að það hvarfla að mér að tjá mig það með opinberum hætti ef ég væri opinber persóna, þá myndi ég samt aldrei tjá mig það opinberlega, að ég myndi segja sjálf með ég þarf samt, alveg saman þó þessi sannfærum þessi vitleysa, ég verða að gefa mér að minnstakosti einn heilan dag af fókus að kynna mér málin og líklega verður skoðun mín áfram óbreytt og þá get ég kynnt mér, því það svo hvimleitt að heyra, ég líki svo oft við maður hefur kynnt svona gaurum þú veist sem maður var stundum að vinna með og maður var að fara yfir einhverja skákir svo ég kom nú skákinni fyrir og ég var ekki, já, herru, sér þessa stöðu hérna virðist þessan hvítur og er betri en þetta er Kasparov sem var með hvíti hérna og hann gaf skákina hérna og þá kemur viðkomandi það nú alveg fáránlegt hjá hann að gefa, hann bara getur leikið þessu og unnið þetta, ég bara, nei, gaur, þá náttúrulega mátar hann hér já, og ég bara, heyrðu, þú veist, come on, þetta Garri Kasparov heimsmeistarinn í skák, skilur líklega er að búin að vinna sér, hugsa þessa leiki sem þú búin að hugsa ára ákveður að gefa þessa mikilvægu skák og mér finnst þetta eiga sama við þegar maður heyrir andstæðinga rammyndir, koma með rök sem standast einfallega enga skoðun. Og þá ég ekki að segja, ég hef alveg hlýtt á málflutning gegn Bitcoin og gegn rammyndum þar sem viðkomandi búinn að vinna sína heimavinnu. Þeir eru til, þeir eru ekki margir og þeir eru ekki, ég ennþá algjörlega ósammálaðum, skilurum mig, en þeir vita þó allavega svona lámarksatriðin, Já. Skilur mig, þú veist, þeir eru ekki að segja hluti sem bara, þú veist, það tekur þið 5 mínútur að átta á þetta stendst ekki leikur skoðun. Mér finnst þetta þeir margir vera bara frekar svona, nær því að vera hlutlis. Já, ok, reynda svolítið rétt og ég fór að hugsa gaur sem einmitt ekkert að segja síðan en anstæðingur aðmynd, en ég fór svolítið að hugsa mann eins og Jerome Powell. Já. Sem hefur tjáð sér kannski mjög lítið og reyndar það ekki sanngjarnt að segja hann sé anstæðingur Bitcoin, en maður hefur bara fundið. Hann bara ekki stuðningsmaður Bitcoin. Hann ekki stuðningsmaður og maður hefur fundið, hann hefur vísindi verið varfærin að tjá sig en maður finnur samt, þessi maður, hann veit alveg hvað hann syngur. Hann myndi ekki segja hluti opinberlega sem bara, eins og fólk hefur verið að gera opinbera persónur á vegum með Evrópusambandsins og mögulega erfitt fyrir hann að fara alla leið ef hann væri ákvæður því þú veist hann þarf kannski svona sinni stöðu já, einmitt og hann svona klár í svona pólitískum skilningi hann virðist alveg átta sig á þessu og bara þegar hann hefur svo ítrekka verið indur eftir afstöðu og hann fer alltaf í það bara þú veist, ég bara Federal Reserve Chair mitt hlutverk bara tvíþætt það stöðuleiki á atvinnumarkaði og stöðuleiki í verðlagi og ég hef ákveðin verkværi til þess það hlutverki mitt ef fólk vil kaupa Bitcoin, fæn, gera það en já Herðu, já, fyrst við vorum að tala þetta með Silk Road og það allt saman þá það svo sem annað sem að hefur samt því miður aukist og það raunin bara alls konar svindl og svona hakk og eitthvað svoleiðis. Ég sá núna tölur og þetta var svo í bæti við af þessu 0,34% þá einmitt langstærsta hlutvalli svindl. Já, mér minnir að þegar ég man ekki úr því skoða hana bara í fyrra í Chainalysis það eina sem hefur kannski verið að aukast svona það sem verið að svindla fólki. Ég sá einmitt tölur frá 2025 að eitthvað konar svindl sem reyndar alls konar þú veist, það alveg með eitthvað svona lista eitthvað svona það sem bara þú veist, bara 20 flokkar sem ég ætla svo mikið að fara það alls konar svona, hvað heitir þetta, phishing og stela skilríkjónuðinum plataði til að gera eitthvað og selja þér eitthvað hugmynda, eitthvað verkefni sem ekki til og svo framvegis, 2025 var þetta 11,4 milljarðar dollarar og sem kannski svona sorglega í þessu að flest fórnarlömbin hæst hlutfall fórnarlambana 60 ára og eldri. Hvað sagði að töluna voru? 11,4 milljarðar af því 4,4 milljarðar einstaklingar sem eldri en 60 ára. Og svo þetta út frá Bandaríkjunum þá þú veist Kalifornía mesta tapi í Kaliforníu. Þetta bara Bandaríkjum með 11,4 milljarðar dollara. Ég held að þetta sé bara í Bandaríkjunum. Það rýmar og þetta var í fyrra, segiru. Já.
og það ástæðan fyrir ég tók þetta saman, ég fór að Þetta kafa er svakalega tölur, sko. Já, og ástæðan fyrir ég fór að svona skoða þetta var, þetta er svona bara svona undanfærin að sem ég ætla að tala af því að mér fann svo áhugavert og hvenær vorum við hérna síðast, hvaða dagstendingi sem við vorum hérna síðast já, við vorum sennilega þriðja já, þetta var búið sem ég ætla að tala um núna, það var búið að gerast ég vildi bara svona aðeins kafa betur í það þú sagðir, ég var að hlusta á þáttinn okkar í morgun þá sem varst að segja við ættum í alls konar verkefnum eitt af þeim verkefnum sem ég hef átt í, ekki mikið er drift er svona þessi verkefni set alls konar rafmyndir. Já, rafmyndir. Svolítið gjafmilt að kalla allt verkefni. Já, drift er rauninni svona, já, við getum sagt að það sé svona upp að einhverju marki svona svipað og hyperliquid. Já. Svona, ómiðstýr kaupöll. Já, á Solana. Og það sem gerðist 1. apríl á þeim skrýtna degi að þeir voru hakkaðir og það var stólið $285 milljónum sem ég held að sé rúmlega helmingur á öllu total value lock á drift og þetta er rauninni næststæðsta svona hakk sem hefur átt sér stað á Solana barkakeðinni stæðsta var Wormhole, ég veit ekki hvort maður stæði því Wormhole er rauninni svona, hvað að segja, svona laust sem að þú getur verið að færa á milli Ethereum og Solana og svo framvegis, sko. En þú veist, ástæðan fyrir þetta, þú veist, mér finnst það leiðilegt að segja áhugavert, mér finnst það bara alveg skelfilegt, sko, því að þetta er ekki áhugavert þegar svona gerist. Þetta hefur líka bara slæm áhrif á bara umfjölluna bara kryptó í heild sinni þegar maður heyrir svona fréttir út fyrir kryptóheiminn, sko. Já, einmitt. Þú veist, ástæðan fyrir þetta er svona áhugavert er að þetta er alveg þaulskipulagt. Venjulega þegar við höfum séð svona eins og Wormhole og eitthvað svona og örugglega svona fleiri stærri Ronin og eitthvað svona, þá það er allan að Wormhole. Er þetta nýlegt? Já, 1. apríl. Þið lendir í þessu 1. apríl? Já, núna bara. Vá. Lendir í þessu 1. apríl? 1. apríl. April Fool's Day? Já, það er þess að skrítin dagur að því svo tilkynnaðar að þetta, þú veist, á netinu að þetta hefði lent í þessu. Já, og menn heldur að það væri já, og það sem er eiginlega svo bila við það ég man ekki hvort það var í fyrra það var eitthvað svona lélegasta aprílgap sem ég nokkuð að séð það var eitthvað svona kryptolaust sem að fannst að fyndið að setja út að það eru orðið hakk hjá þeim sem það er bara hræðileg en því miður þetta var ekki gap og það sem er svo svona ástæðin segja, ég meina mikið af þessum, þú veist, orðið var við í gegnum tíðina sem við byrjum í kryptó og var við svona hvað við segja, þessi þau eru að brjótast inn í eitthvað að stela peningum það hefur oftast verið að þú fundið eitthvað svona bugga í kóðunum sem þú komist í gegnum þetta er svo bilað þú veist, það talið að mjög líklegt sé þetta Lazarus Group í Norður Kóreu sem er líka ábyrg fyrir Bybit-takkinu, sko og þú veist, Bybit-takki var þetta svakalegt að þýliturinn til að þeir náðu að láta þá samþykja að samþykja einhverja færslur og svo breyttur einhverju mörguleiti er þetta, þú veist, svipað að þeir náðu að láta samþykja 2 færslur af 5 í þessu svona sem eina sem þurfti en sko, þetta byrjar fyrir 6 mánuðum síðan og þá byrjar þetta með það eru menn sem að kynna sig á kryptoráðstöfnum fyrir starfsmönnum drift að þessi séu hluti af ykkur svona fjárfestingafyrirtæki, eitthvað svo leið sko og þeir vilja koma í samstarf, það eru sett upp alls konar fundir, þeir hittað á nokkurum ráðstöfnum næstu 6 mánuðina víðsvegar heiminn, það er sett upp fundir, þeir hittast á fundum, þeir eru sett upp eitthvað telegramspjöll, það er alls konar, þeir leggja inn $1 million á einhverju tímapunkti á drift að því þeir eru að fara í viðskipti með þeim og síðan gerist það eitthvað held ég 11. mars
að þeir ná að fá þetta samþykkt og það eitthvað hækkaðir eitthvað svona viðmið hvað það má taka mikið út í einu á bakvið sem enginn sér og þeir stelur sig ekki síðan fyrir 1. apríl. Þannig þetta er svo rosalega planað. Það er ekki allt komið í ljós en mér svona heyrist að þetta er ekki einhver norðurkórumaður sem kom í gær til Bandaríkjanna á ráðstefnu. Það er bara einhver ráðunir í þetta verkefni, sko. Þetta er mjög óunalegt. Já, þetta er það. Og þetta er að verða meira og meira svona, þetta eins og segja með Bybit-takið. En er það samt rétt Björn að segja að það sé að verða meira og meira svona? Ég meina, þú ert með Bybit, það er nú orðið hvað 1,5 ára verða, það var í janúar. Nei, ég meina það ekki þannig. Ég meina... Nei, fyrir ekki, er það 2,5 ár? Var það janúar, ég fór ekki að fara með það, það er alltaf orðið svolítið langt síðan. Já, er bara svo miskilist ekki, ég er ekki að meina þessi orðið fleiri og fleiri svona, ég er að meina fyrir kannski 4 árum síðan var þetta nær eingöngu svona þessi stærri, það sem hefði brutist inn í eitthvað svona inn í eitthvað kerfi gegn einhverja villur. Það er svona, við erum að sjá núna miklu meira plönuð og þú veist, og bara sorglega staðreyndir, þetta er samt raunin eins og Bybit-takið, þetta er allt sömu aðalinn, þetta er norður Kórea. Það er ekki bara Trump að fara að einbytta sér á Norður Kóru og segja, skilið öllu hérna, við eina viku til að setja inn á þessa adressu, þetta marga miljardar dollurum, annars bara fer ég og þurrk út siðmenningunni ykkar, eins og hann er múin að segja. Nei, og svo sko, þetta verður alls konar umræða, ég meina Solana er núna að fara yfir alla svona öryggisstandarda, þú veist, en minnsti hlutin af þessu er eitthvað bögg í því, það er hægt að fara yfir eitthvað og kannski laga eitthvað, en endanum er þetta eins og kannski er bara í allir sögunni. Ég las einhverja bók sem var nú skrifað fyrir 20 ára síðan svona alls konar alls konar svona svindl og stæðstu flest, rosa mikið af svindlum eru svona sem eru kallað, ef ég má sletta, þá getur þú þýttið það fyrir mig, social engineering, félagsverkfræði. Eða þú veist, það sem er verið að plata fólk. Að veltur á mannlegum mistökum eða þú veist, að það er þessar mannlegu varnir sem bresta. Og þannig að það má sjá ekki að jákvæð er að því að þú veist, það var náttúrulega lengi þannig. Ég man eftir einu umræðu 2001, þar sem einn sagði við mig sem var rosalega spenntur fyrir öllu sem hétt DeFi. Hann var alveg niðursokkin í það og hann var byrjaði mjög snemmi í þessu svokallaða þessum hérna bridge swaps, þar sem varst að hérna færa sko rafmyndir frá einni bálkakeðju yfir á aðra bálkakeðju og var komin mjög snemmi í allt þetta. Svo liði ykkur í mánuður og ég heit hann að segja sko vandamáli bara við þennan heim er að kóðanir eða bara kerfin eru alltaf það veikburða að þessu eru öllu alltaf stólið. Það er alltaf akka. Og það var sagt í þessum bridgestæmi, það wormhole var þannig að það var eitthvað í hérna þessu... En ég segja, það sem þessu hefur fækkað svo mikið núna, það virðist þá með að draga það ályktun að kerfislega séu varninar orðnar miklu sterkari. Skilur þú hvað er að fara? Að því maður heyrir miklu minna af þessum, en já, ég meina, ég er sammálaður. En hafði þetta einhver áhrif á markaðinn? Þetta er alltaf hræðilegt að heyra þetta er... Drift sjálft er 65% niður núna á síðustu... Já, það er reyndar á síðustu 60% reyndar á síðustu 7 dögum eða eitthvað. Já, þetta er alltaf svakalt áfallir að... Það er 99%, 98% niður á einu ári. En svo einmitt kannski með fullurvinningu, þú veist, það hafði ekki mikil áhrif á Solana. Nei, en þetta er þetta er ekki eitt af stóru verkefnum. Nei. En auðvitað bara hræðilegt að... Já, ég meina, ef þú varst samt inn í þessum, svona djúpt inn í þessum heimi, að þá var þetta allavega svolítið þannig að... Þetta var spennandi verkefni. Þetta var spennandi verkefni í þessum svona... Í þessum hluta, því þú veist, þó að Hyperliquid sé sigurverin í dag, meina þá er... kannski bara 2 ár síðan einhver annað var hérna sem man ekki nafnið á okkur núna, þannig að þú veist, drift átti alveg sjans sko. Og getur vel verið eiga ennþá sjans sko. En svo eru annar hluti af þessu sem er mjög stæl svona, sem ég svona bara aðeins pælt í að því ég svona hef hugsað svolítið mikið það. Ég er
sumuleiti hefur verið svolítið skeptiskur á bara Genius stöðuleika frumvarpið og svona allt það sem að veitir ríkisstjórninni. Hver er staðan á því núna? Hefur eitthvað breyst frá því við... Þú ert að tala um Já, fyrirgefðu Clarity, já, sorry, já. En fyrirgefðu, ég vil ekki trufla það. Þú ert að tala um Genius, það er þetta búið að samþykkja það er orðið að lögum. Já, ég get að komið aðeins inn á það. Þú veist, ég hef svolítið svona verið að mikið stúdir þetta og ég held ég að minnst á það að svona, ég smá tilfinningu fyrir því að þetta Genius sé svona, ég hef sagt að held ég bakdýra leið inn í það að vera nánast svona eins og CBDC þess að þetta sé bara svona svolítið þetta stýra mörgu þessu og bara og dæmi það að þú veist, ég veit, það er ótrúlega mikið af svona veskjum sem hafa verið frist að beiðni ríkisstjórnarinnar í Bandaríkjunum út af að grunum eitthvað og bara nýlega... Var það á grundvelli Genius sagt sem verið þessar beiðnir frystingu? Því það bæði hefur bara Tether og Circle, USDC og USDT, leyfi til að frista ef þeir telja sig eitthvað og þeir verða að frista samkvæmt lögum í Bandaríkjunum samkvæmt Genius sagt ef það er dómunskurður það þau þurfa að frista þetta getur verið eitthvað glæpsamlegt. Okay, þannig að með öðrum orðum það er ekki hægt að segja, eða ekki deila, það er þá bara ekki hægt að segja að þetta séu dreifstýrar bálkakeður. Nei, ég meina þú veist, ekki þannig að þú veist, þótt að séu alls konar bálkakeðin, þá getur þú veist, þá getur séður fristrunin hvað sem er, sko. Ok, svo ég skilji það rétt að þetta er áhugavert. Það er ekki þannig að þeir sendir út USDT og þá er það bara horfið frá stjórn þeirra. Þeir geta frist allt sem þeir hafa gefið út. Wow. Og þú veist, og bara út dæmum þetta. Það er maður sem er sennilega bara klárastur í öllu þessu að rekja alls konar svindl sem heitir Zach BTC. Heitir hann, já, og hann er bara rosalega klár sko og hann var að gaggrina daginn að var að spurja af hverju einhverjar 8 adressur hefðu verið fristar. Það var aldrei neina skýring nema það væri eitthvað frá ríkisstjórninni eða eitthvað svoleiðis og endanum var opnaðar 6 adressur sem að þetta var ekki að rökum reist og eitthvað svoleiðis sko. Og það sem hann segir líka, hann segir þú veist spyr rauninni Tether og Circle, meina, þú veist, og af hverju eru það frista svona að beiðni ríkisstjórnarinnar en síðan er ennþá adressur sem voru í bæpitakkinu sem hafa aldrei verið fristar. Já, einmitt. Og svo hafa menn verið að gaggrina til dæmis, ef þú ætlar að geta frist, af hverju það var ákveðin tími sem að þetta drift, það var stólið Jupiter token, USDC, Bitcoin, bara svona Wrapped Bitcoin og Ethereum og fært yfir Ethereum og með USDC af hverju var það ekki frist og þá kemur svarið að því að við megum eiginlega ekki frista bara einhvað á einhverjum grunn, við verðum að fá eitthvað frá löggjafanum. Ok, þess að segir það, löggjafinn getur frist hvað sem er ef hann ákveður það, en svo er eitthvað eitt staðista hakk sögunar hann að Bybit, það er ekki einu sinni frist að því að það er enginn í löggjafanum í Bandaríkjunum sem vil frista það. Ok, ég hef allan að svona... Já, nei, þetta er alveg rétt og þetta er að því að sko, þú veist, eins og bara maður las að sem var eina ástæða þess að þeir eru svona hrifnir af kryptó, Trump sinnir sko, að þar bara því að þetta var persona non grata í mörgum kretsum í Bandaríkjunum, Donald Trump og Trump nafnið, fengu þeir ekki aðgengi að bankaþjónustu. Þráttur að hafa sko einhverja áratuga feril þessi fjölskylda af viðskiptum og þú veist þá spyr maður sig mitt bara býtu sko þetta er svo rosalega hættulegt þú veist við höfum bara séð þetta í svo þú veist cancelkultúr er ógeðslegt fyrirbæri við fengum nú bara að kynnast því á Íslandi sko og ég held að svona einhver svona ógeðslegasti farvegur sem hægt að beina cancelkultúr í er aðgengi að fjármálaþjónustu skilur, af því að þú veist
þú getur allavega ef þú ert sko kanselleraður frá almenningsáliti sem auðvitað náttúrulega hræðilegt en hérna þú getur allavega risið upp og verið sterkur og eitthvað veginn halda áfram með þitt líf sko, eða þú ert með eitthvað gott bakland eða eitthvað, en þú getur allavega farið í búðin og keypt í matinn og borga leiguna þína og haldið þakki yfir börnunum þínum og hvað það sko. En þegar það er búið að loka á aðgengið þitt á fjármálaþjónustu, þá getur það ekki lengur. Þá er það algjörlega game over og það getur ekki verið þannig samfélag sem við viljum lifa í. Mér er sama hvar þú stendur í flokki og þetta svo hættulegt þegar þú ert farin að... Já, ég bara að gripa frá mér. Ég kannski svo heitt í hamsi. Ég held að við svona kryptofólk hefur svolítið sofnað að verðinu með því að við vorum rosalega á móti þessu CBDC, að þú veist að segja, þú veist, ef Kjartan hann er nú fann að þingjast of mikið, þá ætlum við að koma í veg fyrir að hann geti keypt sér hamborgar á McDonald's. Ég hefði reyndar gott að núna í svona 3 mánuði. Ég er mynd búin að tala um sofaverðinu, ég er búin að vera að sofa hans verðinu núna, en nú er alveg skýrmarkmið. Þannig að ef þú getur komið þessu kring svona í næstu 3 mánuði, þá er ég alveg tilbúin að fallast á það. Þú voru að segja þetta, það eru verið búin að þingja sko. Já, ég er aðeins búin að, en ok, ekki mikið. Já, ok, já, ég allan tók ekki eftir því, en kannski var þetta innsæðið mitt að tala. Já, getur verið. En þú veist, við höfum talað um það og svo bara þegar allt þetta kom með að Trump og ríkisstjórnin var í hrifin af krypto og bara við komum með stöðuleika með frumbar og þá allir bara, þeir vilja vera geggjað. En þú veist, mér finnst allt of fáir hafa skoðað rauninni það að þú veist, þeir fengu rosa mikið vald, möguleikan allan á valdi til að stjórna. Og þú veist, eins og þú veist að segja þetta með þetta söguna, Trump söguna, ég held að hún er alveg rétt, en ég held að sé alveg, þú veist, það sé ekki þetta allt bara Trump, ég held að sé tvennskonar hagsmunir í þessu sem er minna talað um, það er þessi að með stöðuleika myndum og með því að festa það inn í regluveldið og gera rauninni þessi fyrirtæki ábyrg fyrir að fylgja lögum og reglum sem að just í tíð var rauninni ekki áður eða að segja upp og nota allan í Bandaríkjunum að þá geta það stýrt miklu meira og svo er þetta hitt pínástaðan sem er þetta bara það að þetta eru verða einnig stærstu kaupendunir á ríkisskuldabréfum. Já, en það sem er algjörlega hægt að segja samt tilbaka og er bara, þú veist, þetta er bara efni í alveg bara heilbrigða umræðu sko. Það sem er algjörlega hægt að segja tilbaka er að segja, heyrðu, þessar áhyggjur eru raunverulega tilefnislausar vegna þess að þrátt fyrir að það teljist sjálfsagður réttur að vera með aðgengi að fjármálaþjónustu og að þú ráðir yfir þínum peningum sjálfur og hérna njótir friðhelgi einkalífs í þínum fjármálum þá höfum við samt sko bara eins langt og ég get allavega framkallað sko af hérna minniþekkingu þá höfum við alltaf fallist á að það er ákveðna takmarkanir á því bara sem dæmi í peningakerfi núna það hefur alltaf verið haldlæningar hérna, heimildir til að haldleggja fjármuni og til að frista bankareikninga og svo framvegis þannig ég get alveg svaraðast tilbaka og sagt sko það er ekkert nýtt að óttast í þessum efnum auðvitað er alltaf sá ótti fyrir hendi að sá sem fer með valdið að hann gangi og langt og misbeiti valdinu og það er alveg sama hvort það sé frysting á fjármunum, hvort það séu handtökur, hvort það séu gæsluvarald, fangelsisdómar, hvort það séu símhleranir, bara nefndu það sko. Ég sá nú einhverja tölfræði með Ísland og símhleranir að við skorum sko, ég held að hlutfallið af símhleranar beiðnum sem er samþyktar sko er bara nálægt því að slá heimsmet sko. Þannig að það er alltaf hægt að finna þetta en þá gæti maður reyndar svara því tilbaka og sagt já, gott og vel en þessi tækni átti að vera laus við þessi atriði. Já. Þessi möguleiki átti bara ekki að vera hægt. Já. Og maður getur áfram að segja það getur enginn gert það með Bitcoin. Það getur enginn gert þetta með Bitcoin. Það getur enginn valdhafi frist Bitcoin-adressur. Þú getur að eins og auðvitað getur gert annað. Þú getur óbeint, já, þú getur svartlistaðar og hérna allar kaupallir vita að þetta er svartlista adressa
en þannig, en breytir því ekki að þú getur ekki frista, þannig að ég verð endur að viðurkenna, sko, ég er svolítið slegin yfir þessu af því að ég er enn að reyna að skilja þetta, sko, af því að þú veist, ég get verið með bara eitthvað veski, eins og bara Metamask sem dæmi, og þar er ég með, segjum bara USDT. Já, ég held ég veit hvort þetta að fara. Já, því þeir eru vantilega ekki friss og notuð til að fólk skilja þetta. Á Metamaskinu er ég með eina Ethereum adressu. þar sem ég sendi Ethereum á og undir þeirri adressu geti verið með 1,000,000 tokens basically. Raunin að segja að fyrirtæki sem gefur þetta USDT eru þetta ekkert með neina stjórn á Ethereum keðjunni. Nei, og ekki á Metamask. Nei, þannig að þetta hlýtur að vera þannig að þeir hljóta að vera að taka þeir hljóta að vera með eitthvað kerfisheimildir að þeir sem ég held að það er náttúrulega þetta gengur upp að þeir þurfa að vera með þær kerfisheimildir af því að þeir eru bæði að bæta við tókunum í umferð en þeir eru líka að taka tókuna úr umferð þegar þú ert að leggja, ef ég á til dæmis 1,000,000 USDC þá get ég farið til Circle, ég þarf ekki að selja það hefur engin áhrif á magni umferð en ef ég legg það inn á Circle þá á ég sett rétt á því að vera leystur út $1 í dollar, þannig ef ég á 1,000,000 USDC þá láta þeim fá $1,000,000 og brenna þessa 1,000,000 tókina þannig að þegar þú segir fristur það sem lítur að vera gert í þessu er að þessi tokens eru þá bara frist sko. Já, þú veist, ég verið viðkjörna það ég fór að því að annars þú annars að segja að þeir séu með eitthvað kontról á Ethereum bálkinu eða Metamask það getur ekki verið ég held það allan að ég viðkjörna, ég verið alveg til í að þeir eru að tala þetta það hlýtur bara að vera svona að þeir eru augljóslega með heimil til að taka tóken úr umferð og þú sér það þegar þú fylgist með að þú veist, yfirleitt er alltaf aukast magni umferð af því að þeir eru að gefa út meira og meira USDC og eiga þá að vera með meira og meira ríkisvíkslum eða dólar innistæðum. Já, ég pældi alveg í mig sem morgun, mér langaði, þú veist, ég pældi ekki þessu, þetta var áhugavert að skoða hvernig þetta gert. Það bara hlýtur að vera, þetta getur ekki verið önnur skýring á þessu en að sé þessi. Já, en þú veist, væri alveg til í að fyrir eitthvað svona þátt, bara svona aðeins að skoða hversu mikið þetta er. Ég hef heyrt svona fulleringar þessi mikið en ég veit ekki alveg hvað það þýðir. En þú veist, ég get alveg, þú veist, já, þetta er svo stór viðfangsefni raun og veru og svo stjórnspekileg og svo heimspekileg raun og veru sko, en mér langar að segja, veist, ég held ég geta alveg fallist á að það sé eðlilegt, jafnvel nauðsynlegt að það séu þessar heimildir eitthvað leiti fyrir hendi. Ég myndi að tökum bara augljóst dæmi, bara þú ert að nefna þessar svindlara sem er búin að taka, skilurðu ykkur $11 miljardar meir og minna af bandarískum eldriborgurum eða ekki 4,1 miljardar af bandarískum eldriborgurum auðvitað að það væri hægt að negla alveg niður staðsendingu þeirra á okkur USDC bálkakeðu það er volið erfitt að sjá okkar neikvætt við það að þessi peningar væri eitthvað veginn fristir og færðir aftur til réttra eiganda, skilur mig. Já, en þeir eru að nota svona mixera og allt þetta. Ég áttar maður á því, sko. Já, ég meina, við höfum talað þetta oft og við getum tekið þessu bara, stoppa þessu umræðu núna en tekið þetta svona svolítið setna, þú veist, að meina það er alltaf þetta alveg svo með á Ethereum að þegar verður eitthvað svo stór eins og Bybit dæmi á Ethereum að gera einhvað leið og að gerist þetta er alltaf erfið og ég er ekkert að segja USDC hefði að gera eitthvað en þegar maður setur þetta í samhengi við það sem þið gera síðan þá verður þetta samt alltaf svolítið svona smá siðferðilegar pælingar í kringum þetta og rosalega stjórnspekilegar af því að þú veist þetta er alltaf spurningin sko viltu að þessi möguleiki sé fyrir hendi og það vola er þetta svaraði neitandi en svo leiðum að svara játandi þá koma hérna spurningar sem er hverjum treystur fyrir því að hafa hana möguleika og spurningin er hver eru mörkin og þriðja spurningin sem er mikilvægast og vonlust að svara er hver á að hafa eftirlit með þeim og ég man eftir að það var svo góð spurning ég gleymin ekki frá fyrsta ári í lagadildinni, þá var eitthvað sem spurði úr salnum, þá var að tala Hæstarétt
og það var að fjalla dóm sem þóttir svona var talsveit gagnrýndur af fræðasamfélaginu þráttur að það hafi nú verið svona fræðimenn á þeim tíma voru oft svolítið rægir við að gagnrýna dóma Hæstaréttar og þá spyrir nefnandi segir, en hvað þegar það bara svona rangur dómur Hæstaréttar hvað hægt að gera þá og kennarinn svaraði svo eftirminnilega nú þú að spyrja $1 milljón spurningarinnar sem hefur verið spurð bara frá öru og alda og aldrei fæst svar við hver á að hafa eftirlit með eftirlitsaðilanum skilur að því að ef þessi möguleiki ekki fyrir hendi það að góða við algjörða dreifstýringu eins og bara með Bitcoin þá bara ekki möguleiki fyrir hendi og það ekkert meira að ræða. Það glatað ef ég sendi óvart bara á ranga adressu allan sparnaði minn og bara græt mig í svefn og bara getur í alvörinu enginn gert neitt til að leiðrétta þetta. Nei, því miður. En þá var maður alltaf ekki að fást við allan hausverkinn af hinum spurningunum. Nei, ég samanlega þetta en höfum við tíma í aðra svona... Já, ég var að hugsa þessi þáttur svona orðið svolítið bara svona svolítið heimspeki og svona tala hitt og þetta, en mér allt í lagi. Ég fór yfir, ég veit ekki að ég hef kannski sjaldan verið jafn lítið fókusur á kryptó síðustu daga. Það nú bara þannig að maður væri maður nú alveg bilaður, en ég ekki alveg bilaður. Það súmar mann svolítið út að eigna spatt og maður átt að sjá að það eru stærri hlutir í lífinu heldur á kryptó. Ég veit að þú áttar ekki á því, það svo langt síðan þú eignaði spöld, en ég fór enga síður aðeins yfir stöðuna áður við fórum í loftið í gær og það var eins og ég sagði, það var ekki mikið til að dreifa fréttum, þannig mér bara fínt að við séum að fjallum þetta bara svona. Ég nefnilega með aðra umræðu sem að ég með þess að því þú búin að taka skákina, þá get ég alveg fundið leið til að koma Elvis inn í þessu umræðu. Nei, í alvörinni. Þannig að þú var að vandaði núna, ég gerir svo mikla kröfur. Ég gerir rosalega kröfur, ok, en ég er spenntur. Það ástæði fyrir ég með þessa húfu. Satoshi Nakamoto. Já. Elvis Satoshi? Er það svo að koma með? Elvis lifir, hann Satoshi Elvis. Já, einmitt, ok. Það fyrir eftir hvað áttina þú lítur á það. Nei, ég ætla að býða þess með Elvis, það verður svona punchline einhvern veginn seinna inn í umræðinu. Það er búið að vera smá allt í einu aftur svona röð af svona umfjöllunum hver Satoshi. Ég ekki búin að horfa á það, búið að koma 2 myndir, eina HBO kom með heimildamynd sem heitir Money Electric, The Bitcoin Mystery, CBC, þeir komið með Searching for Satoshi og svo heyrði ég að Coinbase ætlaði að segist hafa svarið sem þeir ætlaði að gefa út 22. apríl. Nei, hættu nú. Ég ekki að hljúga. Þeir hljóta hafa komið það 1. apríl eða eitthvað. Það engin að segja fyrir að Coinbase Ok, ég get ekki staðfest þetta með Coinbase, en þú getur bara flett upp þessum myndum. Í kjölfar þessa mynda, þá það blaðamaður hjá New York Times sem horfir á þessa Money Electric. Og hann færi einhverja svona tilfinningu. Það bara stuð síðan 1. apríl var, þú ert vissum þú ert ekki að skoða já. Þú veist bara svona í sögunni, þá hefur við fullt af nöfnum, Peter Todd, Nick Szabo, Len Sassaman, White Day, Gavin Andresen, Dorian Nakamoto, ekki Dorian Nakamoto þessi eldri borgar í Japan sem vill svo til hann heiti Nakamoto og komst hann hiding in plain sight ég heldur ekki að segja Craig White sem hefur farið í málans Satoshi, eini sem hefur haldið fram hann séða held ég en það fer að skoða þetta þessi en fyrir ekki, það var eitt svo sem dó já, það var Hal Finney hann er eini gaurinn sem ég get sagt að mér finnist raunhæft að sé Satoshi Nakamoto. Ég var á sín tíma að kynna mér þetta Hal Finney var svona einu gaurin sem ég svona þessi gaur, hann er alltaf 100% held ég, Hal Finney ekki 100%, frekar líklega að Hal Finney hafi vita hver Nakamoto var. Og Hal Finney þetta
maðurinn sem fekk sent fyrsta færsluna á Bitcoin frá Satoshi Nakamoto. Það mjög líkt að hann að vita hver Satoshi var. Já, og þú veist, og ég alveg með þér þarna að ég hef svona verið, ef ég þyrfti að gíska þangað til ég fór í þessa skoðun, ég ekki að segja að hún hafi breyst endilega, en ég ætla bara að segja þangað til ég fór í þessa skoðun, þá hef ég alltaf verið eins og þú, bara ef ég ætti að velja einhvern, þá myndi ég segja Hal Finney. En hérna, þetta svona dæmi sem ég svona, ég man ekki að við höfum rætt hérna, að gervigreitin gæti farið að hjálpa til við þessa leit. Raunin þessi blaðamaður, hann fekk ykkur tilfinningu að hann væri búin að sjá það í þessum þætti hver þetta væri. Það væri Adam Back. Og sagan bak af Adam Back Adam Back rauninni byrjar að tala bara svona, þú veist, hann var hluti af þessu cyberpunk movement, svona þessum hópi sem við oft talaðum, sko, sem var að pæla í alls konar svona. Hann rauninni maðurinn á bak við Proof of Work, sem að Satoshi nýti sér. Hann Hassgraf, já. Hann ennþá inn í þessum heimi, hann yfir ykkur svona sjóð, og hann svo oft verið nefndur, en hann alltaf sagt bara ég ekki Satoshi. Svo myndi segja að, þú veist, ef hann væri Satoshi, væri hann ennþá að mæta allar ráðstofnur og ná að halda þessu lindu. Þú veist, hann ekki leikari, sko, en þú veist, það samt áhugavert þegar ég fór onni í þessa kanínuholu og skoða þetta sem að New York Times að segja, að þá þetta alveg fullt af hlutum sem að gæti alveg gefið vísbendingu og eitt af því sem hann lét til gervigreindin að fara í gegnum endalausa texta hjá Satoshi og endalausa texta hjá Adam Back, og það margt svipað og þeir báðir að breyta svolítið frá bandarískari ensku yfir í breska ensku. Þeir eru notað, ég skoðaði svona sömu setningar alls konar hluti, þeir eru að mismæla sig á svipaðan hátt og eitthvað svoleiðis, sko. Þetta var svona, já, svolítið svona bara, og komst blaðamarinn að einhverju niðurstöðu? Já, hann kom að staði að það væri Adam Back, hann vill meina það. Og en svo segja sumir, þetta eru menn sem voru alltaf í einhverjum samskiptum, og mér finnst þetta áhugaverð samt, það var svona einhver svona alls konar fullyrðingar sem voru svona nokkuð þeim sömu setningar, en þeir voru allir í sömu umræðu hópunum að tala, það getur líka verið. Ein staðreyndi viðbót, Adam Back búin að vera síðan 1990 inn í þessu, alveg frá Bcash og öllu þessu sem undanfæri Bitcoin, nema það að hann virðist þagna og fara mjög, mjög lítið fyrir honum þegar Satoshi kemur og byrjar að tjá sig og koma með Bitcoin, þangað til Satoshi hverfur. Ok, það enda pínu áhugavert. Já, og mér fannst það nefnilega. Ég ætla að horfa á þessar myndir. Já, og það á einhverju HBO og hvað var á Netflix? CBC. Já, ég vil lítið að finna þetta. Það HBO myndir sem hann horfði á þessu og fór að kafa onni í þetta. Okay. En þegar ég var unglingur, þá var ég að horfa á RÚV. Og þá horfði ég á heimildamynd sem fjallaði það að Elvis Presley var á lífi. Já. Og þá kom meðal annars sem að sannfærði mig nánast að hann væri á lífi. Já, ok, ég segi, þegar ég var 16 eða eitthvað, að það var verið að taka viðtal við rithandar sérfræðing sem var að skoða einhver bréf einhvers manns og bera það saman við rithönd Elvis Presley. Og þetta var svo sannfærandi. Ég hugsaði bara, hann einhvers staðar í Evrópu. Og ég rifjaði þetta upp þegar ég var að lesa hvað gervigreindin var að finna samlíkingar í texta. Já. Þá hugsaði, getur verið þetta sé bara Elvis á lífi? Já, ég held að ástæðan fyrir því að þetta verið á lífsegt að fólk spyr dó Elvis raun og veru bara að það var svo mikil þjóðarsorg og maður heyrir fólk sem var upp á þessum tíma, aðdáendur sérstaklega, bara algjörlega neituðu að samþykkja þetta. Sérstaklega fólk sem átti ennþá eftir að hitta hann eða sjá hann á tónleikum, var bara, ég var á leiðinni. Ég hugsa oft með Greisland, ég er ekki búin að fara til Greisland, ég veit ég fer til Greisland og ég hef oft hugsað ef Elvis var á lífi þá væri kannski ekki enn búin að hitta hann en ég væri alltaf að fara að sjá hann og svo allt í hann dáinn
en ég leið mér að ganga svo langt að segja Já. ég bara er búin að stúdra Elvis það mikið að ég þekki hann, ég bara veit hvernig maður hann var og hann var alveg svona bara svo ég fá að sletta bara to a fault people pleaser hann var svo mikill people hann gat ekki sagt nei við neinn hann gat ekki höndlað neinum liði illa og honum fannst hann skulda alla sína velgengni til aðdáendana þannig að þessi maður hann geti aldrei afborið það að vera að valda þessari sorg skiluru en öfugt við Elvis þá held ég að við viljum frekar að við komumst ekki að því hver Satoshi Nei, einmitt og það er svolítið áhugavert það er náttúrulega mjög áhugavert, maður er rosalega forvitin að vita hver Satoshi er en þú vilt ekki vita og maður spyr sig segjum bara að það yrði með einhverjum hætti staðfest að væri bara sem dæmi halfinni sem ég held að væri svona hvað ég segja skásta útkoman ef það þyrfti að þenni dáin líka þú veist eins og einhver sagði sko, veist, það geta alveg verið umdeilt að ef það kemur í ljós að það sé Adam Back að hann sé þú veist að lifa hrærast og vinna með fjárfinnsjóð og svo framvegis það alltaf betra að þessi maður sem farf og skiptir sér ekki að þessum erum. Og langbest að við munum aldrei komast það í hverju dag. Já. Og það svolítið áhugavert að maður spyr sig hvað áhrif þetta myndi hafa á Bitcoin, hafa á markaðinn. Ég þykist allavega að vita eitt. Segjum að kæmi ljós bara núna og þetta í staðfest. Sem ég tek fram, ég held að það gerist aldrei. En hvað veit maður? Mögulega á gerugum eftir að bara geta að vita allt. Geta bara eftir að flett upp í sálinu okkar ára aftur í tíman. Ég hef ekki hugmynd hvert gerugundin að fara. Ég þykist allavega við eitt, frétti kemur út og markaðurinn er ekki að fara að hækka. Það eina sem við get verið 110% á. Markaðurinn hækkar ekki. Ég held að Bitcoin myndi byrja á að krasa og svo myndi við svona okkur bara við vitum hvað hann er en að því við munum alltaf, það sem ég held að myndi alltaf bjarga Bitcoin er að það liggur alltaf fyrir svo staðarind að þetta er algjörlega dreifstýrt forrit. Við vitum það sannreinanlega að Satoshi Nakamoto, hvort sem hann er lífsíðarliðinn, hann getur ekki haft nein meiri áhrif á kerveldur ég að þú. Guardian fór í þetta líka og svolítið að gaggrina þessa niðurstöðu sem ég held að vildi meina þarna er kannski svona svipað með Elvis heimildaþáttin þarna fer líka einhverjus að stað með hugmyndina þegar hann horfir á þessa heimildamynd að hann sé búin að finna hver hann er og hann fer að sanna kenninguna sína og það væri það sem og svo talaði Guardian við fullt af sérfræðingur og ég ætla að vitna í Guardian sem ég sá og ég bara veit ekki deila á hana mann en ég sá eina tilvitnunum í Guardian sem var þessi Jackie Mollett við Háskólann Reykjavík sagði samkvæmt Guardian að Satoshi væri nánast örugglega fleiri en einn einstaklingur með við þróun kóðans og eðli verkefnisins sem að kóðin var eins og hann var skrifaðar fleirum einu einstakling. Og mér oft fundist þetta mjög sannilegt nema þú þekki málsáttin málsátturinn er þjóð veit þá þrír vita það er mikið til í þessu því fleiri sem þetta þeir meiri líkur að það væri búið að koma og það er ástæður að málsátturinn segir þrír þú veist, einn getur ekki með slendum á líkuröfuna, tveir geta en leiða þetta er onni þrír þá er rosalega erfitt að enginn skiluru. Þú veist, ég veit það eru fleiri. Og þú veist, ég veit ekki hvort að Adam Back drekki, sko. Nei. Ef hann myndi drekka, þá hann örugglega tala af sér ykkur stað þegar hann komin aðeins í glas. Einmitt. En svo er það... Hann mæta ráðstefnu, sko. Bitcoin ráðstefnur. En svo er það, sumir er það alveg einstaklega vel lagið að steinhalda kjafti. Já. Að meðan aðrir eru gjörsamlega ófærir það. En þú veist, þetta er líka, þú veist, rómantíkin í Bitcoin er rauninni sem margir skilji ekki. Hver er uppáhaldsmaður Bitcoin? Það veit það enginn. Það veit það enginn. Það skilur þetta enginn. Þetta er komin inn í þetta. Þetta er rosalega stór partur rómantíkinni. Við viljum halda í þessa rómantík en þú veist, ég hugsaði þegar það er svo lítið að gera á markaðin, þá er þetta samt skemmtilegt spjall að pæla í þessu en eins og þú sagði svo réttilega við viljum þetta ekki komast að þessu Nei, einmitt, við viljum komast næstu við að þessu svona eiginlega alla leið
en það verði alltaf ykkur Já, þú svigrúm til að horfa á efast. þáttin og kafar aðeins onni í þetta þó að þú viljir ekki komast að niðurstöðu. ég er alveg líklegur að horfa, ég var satt eitthvað á sín tíma að horfa á þetta, ég horfði á okkur heimildamynd á YouTube sem var, hún var rosalega upptekin af Hal Finney, svo heimildamynd, en það er allt svona einmitt, þegar þú horfir á svona fyrir Kanadamaður. Þegar þú horfir á okkur svona heimildamynd, þú veist, hún er vel gerð og hérna sko heimildargerðar maðurinn fer af stað með einhvern bias og er að reyna að fylla inn í þessa vissu sína að þá, þú veist, þetta er svona svipað eins og ég man fyrst þegar ég var að byrja að fást við sko lögfræði sem sagt störf að þá datt maður svolítið það, þú veist, þegar maður byrjaði að lesa stefnur og svo lesa greinagerðir að maður svona, já, þetta er nú alveg rétt, þetta er alveg, skilur, þú átt að til að fallast, það er svona mannlegt eðli, að fallast svolítið á einhverja niðurstöðu sem verið að reyna að leiða þig að og sérstaklega viðkomandi er að trúa því sjálfur er að koma með sæmilega haldbæri gögn en svo ef maður er að zooma þess út og herrubítu, þá áttar maður sér oft mjög mikið á að það er verið að fylla alveg svakalega í eður. Já, en það er samt auðvitað mjög auðvelt með þetta bakk, minna, þú veist, það er bara staðreind að þarna Satoshi notaði hans hugmyndafræði með þróun og proof of work, sko. Það er bara eitthvað sem og þú veist, Satoshi þú veist, á ekki hugmyndir heldur af öllu sem að kemur fram að það er alltaf verið vitað að Adam Back er á bak við proof of work eða, veist, það er aldrei við hann tala með þess að það í, held ég, í white paperinu ef maður rétt, hann tala það í fæslum Já, þetta er mjög skemmtileg spjall og hver veit nema næsta föstudag verði fleiri tíunda markan, ég verði þetta vikið, mér er svo gaman að tala um þetta, ég vona bara að verða enga fréttir í næstu ykkur svo við getum haldið áfram með þetta. Nei, ég hlutir, ég held nú að mjög sennilegt að vikan sem er að fara að líða, næsta vika, ekki vikan sem er að líða, næsta vika, þá mun nú draga til tíðinda í Miðausturlöndum og markaðurinn fái eitthvað veginn skilaboð, þú veist, getur fara að anda léttar. Já, kannski er markaðurinn að hætta. Hver veit. Apríl allan hefur oft verið svona turning point í einhverju, reyndar oft niður líka. Já, sjáum til. Björn, ég þakka þér kærlega fyrir spjallið. Sömuleiðis. Og ég þakka ykkur kæru hlustendur fyrir hlustununa og áhorfið og við heyrumst og sjáumst aftur af vikuliðinni. Þangað til næst verið sæl.